En ég býð ykkur velkomin á þennan 10. fund, Teamsfund Játgerðar og hann tekinn upp og sendur út á viku fréttum venju samkvæmt. Og mig langar náttúrulega bara að byrja á því að þakka ykkur fyrir föstudaginn, 4. Ég sá ykkur nú ekki öll en einhver af ykkur. Og virkilega vel heppnað, ég held að allir hafi verið í ánægðir, það var mikil gleði og gaman að hittast, gaman að hitta alla Grindvíkinga og það var bara mikil ánægja, held ég bara á öllum stöðum, þið ekki sammála því? Jú, við vorum mjög ánægðir, sko það var eins og var rauninni lítið fyrir, hentum við nokkrum brettum og nokkrum gömlum poppurum og svona lámas en það fundum svona hvað fólk hvað var mikið ánægju og svona samhugur alls staðar. Það var svolítið áberandi. Heldur betur. Þetta gekk mjög vel í kvikunni líka. Bara, heyrðum það líka bara fólki sem kannski hefur verið haldið sér tilbaka, ekki mikið verið að koma hingað en leið alveg ofboðslega vel að vera komið aftur og líka þarna bara gaman að sjá nýja aðila. Við hittum þau í morgun í súkkulaðinu, Neski og sögðu mér að það hefðu selt 100 kíló af sælgæti þennan dag, þannig að það bara frábært. Já, mjög ánægilegt og gaman að hitta þau þarna á föstudaginn og voru ánægð með móttökurnar alveg himinlifandi yfir hvernig þeim tekið, sem alveg frábært. Og það var mikið stuðastemming hjá ykkur, það ekki Einar í slökkviliðinu? Jú, það gekk bara mjög vel. Ég heyrði að Bánsinn hefði gert mikla lukku. Já, hann vekur allstað lukku það sem hann kemur og hún náðum að ýta í forvarnir í leiðinu og þá var allir kátir. Glæsilegt. Mér langar ég sé að Palli Jói þeir eru aðeins að reyna að hrista brimfaxa saman og það var aðalfundur hjá þeim daginn og við hjá Játgerði sáum fundarstjórn. Þannig að mér langar svona aðeins til að þú Palli svona segir aðeins frá brimfaxa, hestamannafélaginu okkar. Já, heyrðu mér þetta núna? Já. Já. Heyrðu, já, við vorum með aðalfund og í rauninni búið að vera svolítið samband svona, þetta svona svolítið öflugur hópu, við höfum alltaf farið í eitt ferðalag á hverju sumri og það hefur ekkert breyst þó að fólk sé út allar trissur. Þannig að þetta svona samstiltur hópur og svona einhverjir ætla að vera með hrossan í vetur en svona menn, það sem að menn svona hafa svolítið tírætt að það nú verið að taka sama fyrir okkur hvað margir kílómetrar af reiðveg sem við mistum undir hraun og svo allt beitilandið sem við vorum búin að vera að rækta upp undanfarna áratugi. Þarna hraunið fyrir ofan hverfið sem núna komið upp fyrir barnagarðana. Þannig að það svona verið aðeins að taka það saman fyrir okkur og menn eru svona aðeins farnir að líta til hvar væri að horfa til svona hvar við fáum að rækta upp. Því það svolítið atriði fyrir okkur að fá eitthvað smæði til þess að losa skítinn á og byrja að rækta upp. Og hænsna skítinn við höfum fengið stutt að fara með hann þarna. Þannig að menn eru svona aðeins, ég veit ekki hvort að einhverjir, ég held að sé nú eitthvað að tala saman held ég einhverjir með svona landsvæði hvar við fáum að losa skíti sem að koma þarna og rækta upp. Þannig að það svona helsta
Þannig að það svona bara hugur í fólki, sko. Það þó þetta sé ekki stór hópur, en þá þetta svona öflugur hópur og mönnum mikið áfram það að fá svona bæta upp þessa aðstöðu sem við erum búin að missa. Þannig að, en annars bara hugur í fólki og bara var gaman eins og var hann á föstudaginn. Gaman að hitta svona, þannig að þetta var bara vel sóttur fundur. Já, gott að heyra. Gott að heyra, Palli. Takk fyrir þetta. Svo var það Grindavíkurbær, Eggert var að sækja í framkvæmdasjóð ferðamannastaða og þar eru uppi skemmtilegar og bara mjög flottar hugmyndir. Eggert, ef þú færir kannski aðeins yfir það með okkur. Þessna pælingar ykkar. Það heyrist ekkert í þér. Eggert, þú ert að mjút. Eggert, það heyrist ekkert í þér. Núna heyrist í mér, það ekki? Já. Já. Þú komstur. Já, við vorum að, svo sem kynntum þetta fyrir bara, ári síðan hugmyndir sem batterið vann og vann sem aftur byggði á hugmyndum Grindvíkinga og það hvernig ætti að vinna með þessa atburði í svona, ákveðnu rammaskipulagi og þau hjá batteríinu unnu þetta áfram og núna fyrir okkur og kynntu í september á íbúafundi þá hvernig við gætum nýtt þetta í ferðaþjónustunni og við vorum þá að horfa á svæðið þarna í kringum íþróttahúsið, Stamphólsskjána í kringum íþróttahúsið og veit ég hvort þið sjáu þetta. Þetta er svæðið eins og það lítur út núna. Þau eru með þessa hugmynd Végarð, þar sem sólarvið stendur núna. Það náttúrulega stendur til að fara í viðgerðir á sprungunni og þá verður svæðið mótað upp á nýtt. En þarna er verið að hugsa bæði ferðamannastaðina eins líka bara samkomustað fyrir íbúa og þannig að svæðið verði lifandi. Vatnslítamynd, ljósmyndasýningin er komin á þetta svæði núna, það var samt eftir að stilla henni upp og þá eftir að setja upp fræðsluspjöld líka fyrir ferðamenn á fleirum en einum stað innan bæjar. En þetta er ansi stórt verkefni. Heildarkostnaður við fyrsta áfanga sem við erum að sækja með framkvæmdasjóð ferðamannastaða er kringum 315 milljónir. Þannig að við erum í raun að sækja 250 milljón króna styrk. Það hefur engin styrkur verið þetta hár til þessa úr sjóðnum. En þetta er samt partur af bara langtíma plani. Við erum að horfa á þetta svæði í síðan samhengi við önnur svæði sem tengjast hamförunum bæði þarna í rauninni áður en það kemur að görðunum en eins líka innan bæjar í Grindavík. Erum þá að horfa á þarna Efrahópið, Víkurbrautina, varnargarðana í því samhengi. En fyrsti áfangi þið þá svona samkvæmt ykkar planið í kringum íþróttahúsið? Já, það er það sem við erum að horfa á núna á næsta ári og það verður farið á að byrja á sprunguviðgerðum þar núna í vetur. Þannig að næsta vor verður, ef það verður ákveðið að fara í þetta verkefni og ef það fæst fjármagnið þá verður hægt að fara í það núna næsta sumar. Glæsilegt. Einhverja spurningar til Eggerts?
Eggert, ég sé hérna sprungan, hún er svolítið, það er sett í hérna svona stálplata svona til þess að gera betri skil á sprungunni, hvernig hún liggur. Það er ekki skemmtilegur að hafa bara að raða stuðlabergi í þetta, var það ekki svona áhrifaríkara og flottara? Það má, Stálið. það má örugglega skoða bara allar útfærslur. Þetta í rauninni þetta stál var í rauninni bara sett hana til þess að sýna hæðamunin. Já, halda við jarðveginn og ofan. Já, en það er alveg örugglega hægt að skoða allt og þegar við vitum hvaða fjármagn við höfum, þá verður farið í þessa loka hönnuna, þá er alveg örugglega hægt að skoða allar útfærslur, sko. Það var bara svona smá hugleiðing. Bara góð ábending, sko. Já, mjög. Það er bara spurning hvort það megi færa stuðlabergi til, þetta er orðið friðað. Þannig að það er líka spurningin. En ég fór nú í heimsókn niður í vélsmiðjum daginn og þar var nú nóg að gera, eins og venjulega hefur verið núna í haust og í byrjun vetrar. En við vorum að tala svona rafmagnsleysi sem hefur verið að poppa upp svona öðru hvoru og gert okkur lífi leitt. Hafið þið einhverja upplýsingar hvað er að valda þessu, Hjalli eða Siggi hafnarstjóri? Ég óska eftir upplýsingum þegar þetta kom upp síðast skriflega. Ég er ekki búinn að fá svör. Svar við því, nei. Hvað er þetta að koma upp reglulega? Það er búið að vera núna í tvígang sem hefur verið rafmagnslaust. Allur bærinn Hérumbíl fór út allan daginn, svo seinna, daginn eftir, þá fór það aftur út hluti austan til í bænum og Þórgullsstaðahverfið og allt austur úr. Og mér skildist að þetta var nú grafið niður á þetta og það var ekki fyrir það að kapallinn væri strekktur eins og gítarstrengur eins og við héldum, sko. Eins og allir héldu. Þá er þetta bara 50 ára gamalt kapall sem þolir ekki að taka við svona púlsum sem koma inn á kerfið eins og þegar horfist einhver fasi út við matorku, skildist mér. Þá kemur eitthvað högg á kerfið og þá springur út úr honum austrættir. Og mér skilst að það sé bara mjög illa farin í þessi kapall allan austurveginn. Og þetta er eitthvað svona sem að ætti eiginlega að vera bara í forgangi að skipta en þetta er náttúrulega alveg ólíðandi að við þurfum að eiga við þetta. Já, þetta skapar náttúrulega mikið óöryggi og sérstaklega fyrir fyrirtæki sem eru gangandi. Þetta hefur gerst þarna að kvöldi til, þannig að allir farnir úr vinnu. Já, og hænsnabúið sem betur fer eru þeir með varaafl. En það er ekki það. Þetta skemmti bara til dæmis eins og heima hjá mér, bara dimmera í ljósum og annað, þannig að ég hef heyrt af því víðar, þannig að þeir þurfa eitthvað að fara að gera það sér í brók. Það er bara svo erfitt að fá svör frá þeim, hvað þeir ætla að gera. Þeir þykjast alltaf verið í fyrirbyggjandi viðhaldi í Grindavík, en ég hef svona fundist þeir frekar að vera bara að slökkva elda. Akkúrat. Pétur, gjörðu svo vel. Bara tengt rafmagni Skarphéðinn getur kannski svarað því betur að stóra máli að fá rafmagn inn í bæinn og hringtenging Reykjanesins og allt þetta sem er eitthvað í gangi varðandi þetta svona þessi stóru rafmagnsmál sem menn hafa verið að tala hvað í 5 ár. Ég held að þetta er svona mest í veikleikinn okkar innviðakerfi er rafmagn kannski inn í bæinn og dreifikerfi, sko. Klárlega. Ég hef ekki heyrt neitt nýtt, sko, frá því að ég fyrir einhverju mánuðum síðan að varðandi hringtenginguna Reykjanes að það er á dagskrá, en ég meina það er alltaf talið í árum sem það mun að taka, sko. Já,
Þetta allavega hefur ekki verið, ekki alveg í nógu góðu ástandi núna í haust. Þannig að vonandi svara þér, Siggi. Það er alltaf nóga rafmagn í augnablikinu, sko, þannig að það er þó bótið máli, sko. Það ekki með traust ekkert að horfa á þetta liggjandi á hraunu og brettum og í... Og Nei, en það er kannski ljósa aðstæðna skásta fyrirkomulagi, sko. Já, en kannski fyrir 5 árum gerbyrði þetta, þá fórum við að tala um það einhver alvöru og svo fá annan kapal frá Reykjanesi og það er einu sem búið að gera, það er bara að rúlla einni rúlu án bretta og annar rúlu ofan á bretti, sko. Já, þetta er eitthvað sem maður þarf að skoða betur, klárlega. Síðan finnst mér svona, nú er komið desember og nú líður að því að Þórkatla ætli að kynna fyrir okkur íbúum einhverjar tillögur og áætlanir hvernig þeir sjá fyrir sér og kannski vitið þið eitthvað meira Hjálmar í bæjarstjórn eða Skarphéðinn fyrir Grindavíkurnefndina stóð aldrei til að fá neinn Grindvíking þarna að borðinu til þess allavega að koma með einhverja tillögur og hugmyndir okkar hvernig við sæjum fyrir okkur næstu skref varðandi húsin okkar. Er eitthvað samband þar á milli Hjalli? Sko ekki frá bæjarstjórn en þeir getur nú kannski frekar svarað þessu Pétur og Ómar, hvernig þeir þekki þetta betur. Jú, mér skilst að einhver hafi komið frá Grindavíkurbæ, ekki endilega úr bæjarstjórn en bara hérna úr samfélaginu okkar til þess að svona kasta einhverjum bolt á milli. Ég hugsa að þeir þekki það betur og ég er mjög ánægð með það að það skuli vera gert í einhvers konar að menn séu að máta saman hvað henti og því að þá hafa báðir aðalega svona koma með annarkot, svona mótmæla eða bara segja að þetta gengur ekki upp og af hverju ekki. Þannig að það er nauðsynlegt að þetta samtal sé einhver íbúar í Grindavík og nefndin og ég held að það sé alveg virt og gangi vel en Pétur, Ómar, þið þekkið þetta aðeins betur? Og ég taka Ómar að? Já. Sko við fengum smá kynningu á því hvað menn að hugsa og það er verið klárt að menn að nálgast margt gott í því efni en það var ekki nóg það sem við höfum séð og heyrt svona í einhverju kvísli að þá vantar svolítið upp á ákveðin að koma til móts við alla en ég held ég sé ekkert málið raun og það er verið eins og Hjalli segir, það er verið að vinna þetta og menn að svona, ég held að Þórkatla og Örn sé að vinna bara gott starf í því og en það er svona kannski okkar að vinna eitthvað sjálfa núna að þessi kynning sem verður þá væntanlega einhvern veginn í janúar að hún falli sama við eitthvað annað og meira einhver Grindvíkingar eru búin að stilla sig saman í pólitíkinni í helstu áherslumálum og stefnan er sett skýrari núverandi bæjarstjórn og væntanleg bæjarstjórn og menn tækir þetta svona í heildarpakka, þannig að það sé svona, ég er sjálfsög ekkert kvíðinn því að þeir kom ekki svona til móts við okkur eins og hægt er og sem að leiði sér að vera bara pínandi bjasitt, sko. Ómar, myndið þú vilja bæta einhverju við? Já, hann hafði orð á því, hann var við að það væri mjög sniðugt að kalla saman bara íbúafund þegar að þessu kemur og þá myndu þeir kynna það sem þeir hafa fram að færa og svo bæjarstjórnin myndi náttúrulega kynna þá væntanlega einhverja opnun á skóla og svo kæmi þá væntanlega í framhaldi einhver bara íþróttafélögunum á þessum fundi og myndi segja herði það bara verður opnað hérna leið bara íþróttastarf og yngri flokkar og annað kæmi þá líka til með að vera þannig að það kæmi svona eitthvað svona heilstæður eitthvað svona heilstætt út úr svona þessum fundi sem að yrði boðað til svona til þess að blása okkur smá bjartsýni í brjóst. Já, þetta brennur svolítið svona á íbúum núna akkurat á þessari stundu að því að það styttist nú í janúar og styttist í
þessi tímamörk sem gefin voru varðandi gistiákvæðin til 1. apríl og fólk er alltaf að kalla eftir þessu meiri fyrirsjáanleika og fá að koma þá með sínar hugmyndir að borðinu. Og Þórkatla, það er mikið kvartað undan að Þórkatla svarar ekki hvorki tölvupóstum né skilaboðum né nokkrum bókstaflegum hlut. Nei. En ég veit að, ég allavega að veit að þeir eru sem sagt farnir núna að deila út húsum sem að fólk ætla sannarlega ekki að fara í aftur til þeirra sem að eiga altjónshús. Þeir hafi þá svona forgangi í hús önnur heldur en sín eigin sem eru þá tjónuð. Einhverju þá sem að hafa sett fram óskir þess efnis. Já. Þannig að það er svona, þeir virðast alveg vera meðvitaðir það að það sé nokkuð bara sanngirnismál að þeir sem eiga altjónshús að þeir hafi þá eitthvað forgang í önnur hús og hann minntist einmitt líka á það, ég held að mér alveg minnast á það að það hefur brunnið svolítið mikið af fólki að fólk sem ætlar að koma heim það ætlar kannski ekki endilega í sitt hús, það ætlar kannski að minnka við sig eða aðrir sem þurfa að stækka við sig. Akkurat. Og mér skildist að það yrði bara ekkert vandamál. Þannig að það er svona margt í pípunum hjá þeim. Já. Getur þú út á mjút eða ertu að tala við okkur? Við heyrðum ekki neitt. Ég bara ítreka að það er ekki heyra annað, þeir eru alveg að vinna með okkur og leita alltaf lausna fyrir sem flesta. Og markmið að búa til einhvern pakka í byrjun árs sem að menn að horfa til haustsins skólahald og setja þetta menn hafi tíma til þess að aðlaga sig að og þannig að maður bara leyfir sér að vera bjart þeir allavega þeir eru lausnamiðaðir til flestra hópa sem að með eins og að lýsa þetta menn þó eru viljið minnka að stækka eða skemmt hús og við viljum kannski segja meira um mig að segja en ég held að sé allir sem að hvort sem er högguð við ekki sem að fá að hafa velju það hvort er í gangi inn í þessi málið ekki þannig að það og án sem við útlýsta meir þá eru þeir að teikna og reikna og leita fá hjá sinn með yfirmönnum og fjármálvaldinu og allt þessu dóti sem að ég bara nokkuð bjartsýnn að það eins og venjulega það byggir á því að við mönnum okkar vinnu og veitum aðhald og þeir þykja það alveg. Já, það er gott að heyra. Það var ekki annað að heyra það, þeir varu, þeim mjög umhugað það að Grindvíkingar komi heim í húsin sín, þannig að það er bara mjög gott. Og eins og Pétur segir að það verður öllum gefin kostur þó þeir hafi ekki hakað í og fólk var í mismunandi ástandi andlega og annað og einhverjum hafa snúist hugur en það verður öllum boðið semst að taka húsin sín aftur þó hafi ekki verið á þeirri skoðun. Já. Það er allavega gott að heyra, vonandi verða geta sem flestir tekið þá ákvörðuna að við viljum náttúrulega fá sem flesta heim aftur. Það er ekki spurningin. Er eitthvað nýtt hjá Skarphéðinn varðandi Grindavíkurnefndina, einhverja nýja fréttir hjá ykkur? Nei, það er nú ekki svo sem neitt nýtt í þessu, bara varðandi það sem að við erum að tala varðandi Þórkötlu og það, þá höfum við bara fylgst með þessu og átt upplýsandi fundi þar sem við erum að fara yfir þessar hugmyndir sem er í gangi og svona allt mögulegt sem að því tengist og alveg eins og bara hefur verið bent hérna á að þá þegar fólk verið að tínast tilbaka þá þarf að vera til staðar þjónusta af öllu mögulegu tagi í bænum og alveg örugglega væntingar það og það verður kannski stóra áskorun að mæta því og þar er náttúrulega sveitarfélagið í stærstu hlutverki. Þannig það mál. Já, það manni heyrist svona
að það sé skóli og leikskólamálin sé svona og öldrunarmálin að komast í Víðihlíð og það að börn komist í skóla og einhvern svona vísir af leikskóla. Það er svona það sem að fólk telur helst upp og vonandi gengur það bara eftir að við getum bara hafið skólastarf næsta haust og ég held að núverandi bæjarstjórn og næsta bæjarstjórn sem að kemur, ég held að þau hljóti báðar að hafa það að markmiði og Grindavíkurnefndin í samvinnu við bæjarstjórn. Ég trúi ekki öðru heldur en að það ætti að ganga upp ef allt verður til friðs, það er að segja, það er náttúrulega veltur alltaf því. Já. Hjálmar, gjörðu svo vel. Já, herðu, það er einmitt málið sko, nú er 1. desember og við bíðum svolítið eftir áramótunum og ég hef nú sagt það áður að fjöreggið okkar er svolítið í höndunum á Þórkötlu. Hvað gerist? Það er ansi margir sem er að bíða eftir því, hvað verður í boði og annað, en þá er það spurning hvað við getum gert á meðan og það er á meðal að það er að undirbúa skólahald eða hvað við þurfum að gera, hvaða lagalega skyldu við erum með, þurfum við að fara í samvinnu við Reykjanesbæ með ákveðna þjónustu. Ég veit ekki betur en við erum að vinna alla þessa hluti og það skiptir máli og þá nú, ef við tölum sko, fólk er að koma aðeins tilbaka núna í hollvinasamningana og ef að eyrun mín svíkja mig ekki, þá gætum orðið svolítið kátt hjá okkur hollvina fólkinu áramótin, það eru ansi margir sem ætla að vera. En þá kemur það líka að úr því að Sigurður þú ert þarna, við verðum að bregðast við með gám. Fólk er að hafa samband, við ætluðum að það þarf að henda einhverju stærra heldur en kemst í þá þjónustu sem við erum. Og Siggi, hvernig við útfærum það, hvort við höfum það við gáminn við áhald á húsið, þá er meira eftirlit á því. En við þurfum eitthvað að bregðast við þarna. Það fólk vill ekki skilja svona sófasett eða þvottavél og veit ekki hvert það á að fara með, en það gerir það niður frá. Þannig að nú þurfum við bærinn aðeins að gera okkur í brók og koma þess síðan á heimasíðuna þeir sem fólk er búið að safna saman inn í bílskúrum og fleira, en þarf að koma því frá sér og við bærinn eigum bara að koma upp gámi að við getum tekið á móti þessu. Fólk þurfi ekki að fara að transporta með þetta inn í Keflavík eða jafnvel Voga. Þannig að það er smá verkefni bara að koma því og það fer bara á heimasíðuna og við látum fólk vita. Já, ég sammála því. Þetta er góð hugmynd og við viljum náttúrulega ekki hafa allt í drasli hjá okkur. Það er nú bara þannig. Þannig að Siggi, þú ert komið með verkefni til þess að vinna úr, greinilega. Já, ég þakka fyrir það. Mín er ánægjan. Það sjálfsögðu. Þetta er sameiginlegt verkefni, Sigurður. Þú veist að við förum í þetta. Já. Við hjólum í þetta. Heyrðu, ef það er eitthvað fleira sem einhver vill koma á framfæri, það er 2 mínútur eftir. Ef ekki, þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir góðan fund og sjáumst það viku liðinni.